Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að tala núna ofbeldi sem er samfélagslegt mál. Sumir getur ekki sagt að það væri bara faraldur sem að samfélagi ætti að bregðast við. Gert að mýmsum hætti hérna við rauðaborðið en núna ætla ég að tala við Rannveigu Ágústu Guðjónsdóttur sem er nýdoktor og varði doktorsritgerð sem að hét Feður sem beitt hafa ofbeldi. Er það ekki? Jú. Og hvað, maður svona verður fyrst forvitið bara yfir þessari yfirskrift. Ertu að rannsaka feður sem að beita börn sín eða maka ofbeldi? Eða bara... Já, sko, einmitt, eða ofbeldi almennt, já. Ég er að skoða einmitt feður sem hafa beitt þá maka og eða börn ofbeldi, bæði út frá fjölmiðla umfjöllun feður sem hafa beitt ofbeldi og svo tók ég viðtöl við feður sem hafa beitt ofbeldi og ég nálgast svona, ofbeldi í nánum samböndum þar sem börn eru á heimilinu með þeim hætti að það hefur oft verið gerð svona greinamunur á því hvort að það að verða vitni á ofbeldi sé ofbeldi líka en ég nálgast allavega þannig að það sé í rauninni sjálfkrafa bara ofbeldi gegn barni að alast upp við ofbeldi þannig að ég er ekki svona með eitthvað svona ég er ekki mikið að fókusa á það hvort að þau urðu fyrir líkamlega ofbeldi sjálf eða eitthvað þannig þannig að En ertu að skoða hvað, vilja feðrana til að breytast, af hverju breyta þessu? Það hefur verið svolítið umræðinu og þú kannast við það verið fókusinn á þolendur og þá kemur reglulega upp og segja þolendur eru ekki í vandamáli, það eru gerendur sem er vandamáli. Af hverju eru ekki að skoða þá? Var það ástæðan fyrir því að hósta að skoða þetta? Já, í rauninni og ég kem inn í mitt verkefni hafandi skoðað ofbeldi í nánum samböndum út frá brotaþolum og mér finnst þetta svo ótrúlega mikilvægur partur af umræðinni að skoða ekki bara gerendur, heldur líka breytingaferli gerenda. Ég held að það sé svo ótrúlega mikilvægur partur af umræðinni sem við þurfum að kannski bæði læra meir og eiga fleiri flókin samtölum af því að ég held að bæði fyrir forvarnir og úrvinnslu sé það ótrúlega mikilvægur partur. Breytingaferli, er það bati eða? Já. Það er líka breytingaferli að maður fer og beitir ofbeldi. Vissulega, ég vil helst ekki sjá breytingaferli í þá átt, en Þannig að þú ert að reyna að er hægt að sá sem beitir ofbeldi, getur hún að lagast. Þannig að það verði ekki skaðlur. Einmitt, og hvað svona felst í þeirra, að þessir feður sem ég ræði við, að þeir eru, þetta er auðvitað sérstakur hópur að því leita að þeir eru tilbúinir að viðurkenna að þeir hafi beitt ofbeldi og vilja gera eitthvað í því. Og þess vegna finnst mér líka mikilvægt að skoða breytingar sem ferli, að það sé eitthvað sem er ekki endilega þessi svona línulega leið fram á við með bara þú byrjar hér og endamarkið er eftir x mörg skref eða x marga tíma þá ertu læknaður. Heldur einmitt kemur svo ótrúlega skýrt fram í rannsókninni að þetta er svo miklu flóknara hlykkjótt ferðalag fram og aftur og til hliðar og alls konar Og þó þess virði að leggja af stað því að ef þetta er löng leið að þá er betra að þessi maður sé komin eitthvert spöl áfram þó svo hann rökkur tilbaka. Já, algjörlega. Það getur verið afturbati, heitir það ekki? Já, bati og afturbati. Best að byrja helst í gær Þannig að algjörlega og þeir tala það margir hverjir, að þetta er eitthvað sem þeir þurfa að vera meðvitaðir og æfa sig í út lífið. Þetta er ekki eitthvað sem að þú klárar og bara eitthvað leggur á baki, heldur eitthvað sem að þú ert kannski stanslaust meðvitaður þegar að kom krefjandi aðstæður eða þegar að þú ert undir álagi að þá er þetta eitthvað sem að þarf bara að vera meðvitaður Og er það þá þannig að menn hafi fest inn í einhverju hugsun eða hegðunarmunstri og það er átak að breytast? Já, algjörlega. Þannig að stundum verið ekki dæmi að reyndu bara að fara í hina skálminna á mótnana, heldur hún vanur
Og hversu vel þeir gangi að breyta hegðuðinni? Það svona tekið sem dæmi. Hvað erfitt fyrir okkur að losa okkur úr alls konar svona farvegum sem eru í hausnum á okkur og sem að við erum tamin viðbrögð við því þegar þú segir eitthvað við mig að þá rekki ég einhvern veginn í eitthvað gír og annað. Þannig að þeir eru að leggja áherslu á það hvað þetta er mikið mál. Algjörlega. Og í þeim skilningi var það sem að mér fannst standa upp úr í þessu ferli að rannsaka þetta var ekki, þú veist, að því ég hefði átt von á að það að rannsaka feðurofbeldi myndi vekja tilfinningalega viðbrögð hjá mér líka, að þetta myndi, þú veist, ég myndi þurfa að vera meðvituð bara að svona, þú veist, halda í virðingu og mennsku og þú veist, einhvern veginn, þú veist, að vera alls konar svoleiðis einhver tilfinningar sem myndi Það þér? Já, þannig að þú er ekki reið og vildi bara Já, eða bara, þú veist, að maður er ekki mitt eða kannski frekar að maður sæti ekki með eitthvað gremju, þú veist, að vinna úr þessu en það sem að mér fannst einhvern veginn sitja mest í mér eftir viðtölin sérstaklega voru óþægindi og hvernig, þú veist, hvað það var ótrúlega mikilvægur og stór partur af þessu breytingaferli hvernig þeir tókust á við eða tókust ekki á við óþægindi. Hvað er óþægindi? Og óþægindi í þessu, þú veist, það var bæði sko óþægindi sem þeir lýstu eitthvað sem að, þú veist, það að díla við skrýmslavæðinguna og viðbrögð samfélagsins og hugmyndir sjálfa mig og sjálfsmyndinu og allt þetta er svo óþægilegt og það er, þú veist, það er erfitt að einhvern veginn að horfast í augu við eingjörðir og vilja breyta því en þú veist, einhvern veginn all þessu óþægindi sem þeir lýstu en svo líka óþægindin í viðtalinu óþægindin þegar að ég fer að spyrja út í, þú veist viðhorf barnanna, hvernig heldur að börnin þín upplifið þig, hvernig, þú veist eitthvað svona í kringum það að þá líka bara, þú veist, óþægindin þessi líkamlegu í viðtalinu að þetta er, þú veist Þá þú að fá þá til að tala eitthvað sem að þeir hafa ábyggilega djúpa sektarkennd gagnvart og kannski helst af öllu vildu komast í gegnum þennan dag aðeins að ræða það. Já, og ég held að, þú veist, og ég held að það sé eitthvað sem við getum líka heimfært á alls konar önnur breytingaferli, þú veist, því öll, kannski náttúrulega erum við að díla við alls konar og það að breytast um þetta sem þú segir, þú veist, þetta er bara flókið og óþægindin er svo stór partur í því, af því að, þú veist, til þess einhvern veginn að, gera öðruvísi, að þá þarftu svolítið að geta setið í óþægindunum og einhvern veginn lyftum að hreyfa við þér. En þú veist, talar skrýmslavæðingu sem að hefur verið, ég held að þetta hugtak sé búið til það ekki, til þess að vara okkur við því að þannig er eitthvað sem að beitir ofbeldi. Ef við skrýmslavæðum hann og við bara viljum höggvonu í burt út úr samfélaginu, það mun ekki lækna vandann. Nei. En þú ert að tala að ekki er það þannig að sá sem hefur beitt ofbeldi kvartar yfir skrýmslavæðingu og vill kannski halda því fram. Þú veist, ég er bara venjulegur maður með mitt sálarlíf og þó að ég hafi beitt ofbeldi þá litar það ekki allt sem að ég er. Er það þannig sjónarmið sem er hjá þeim? Já, kannski, þú veist, einmitt. Þannig finnst það svolítið frekt, sko. Að segja, þú ert beittur ofbeldi og þú eru bara að sitja uppi með það. Já, nei. Þú ert skrýmsl. Þetta er kannski frekar að, einmitt, að þegar að þeir fara svona að vinna með, þú veist, að reyna einmitt að breyta hegðun og vinna með sjálfsmyndina og allt þetta, að og enginn þeirra, alls ekki, enginn þeirra var einhvern veginn á þeim stað að vilja koma fram opinberlega og fá einhverja lof og klappa baki, skilur, alls ekki. Viðurkenningu fyrir að hafa gengist við því sem en kannski frekar, þú veist, þetta að það verður flóki líka að vera partur af samfélaginu og kannski vilja einhvern veginn að reyna að finna eitthvað svona flöt á því að geta tekið þátt í samtölum en á sama tíma fatta að þetta er ekki þitt samtalataka eða skilur við hvað ég meina það var ykkur sem ég talaði við sem tölum það að ég ger mig grein fyrir ég og ekkert erindi inn í þetta samtal, þú veist, verandi með Samtal þá umræður ofbeldi í nánu samböndum? Já, þú veist að ég mitt sem gerandi á ekkert erindi það að vera eitthvað að tjá mig um þetta eða svona en að vilja á samanskapið þetta ekki vera stimplaður bara eilífu amen sem bara ofbeldismadur, þú veist, og það er líka flóki kannski sérstaklega þess vegna finnst mér föðurhlutverki svo mikilvæg partur í þessu að því að þeir eru líka þetta, þú veist, að svona díla við þessar svona ólíku sjálfsmyndir að vilja vera á finnast þeir jafnvel bara góðir feður og það er eitthvað sem þeir eru svona að leitast við að vera
og á sama tíma að vera einhvern veginn að horfast í augu við og já, einmitt, að reyna að breyta þessu svona hegðun og sjálfsmynd sem ofbeldismenn. Og þetta leið sem að barnið og makinn vilja kannski líka verði farin, að faðirinn beitti maka sinn ofbeldi. Það ekki þar með sagt að makinn og barnið vilji það að föðurinn verði ekki faðir. Já, nákvæmlega einmitt og ég held að það sé líka eitthvað sem er mikilvægt að við einhvern veginn svona skoðum sérstaklega því að við vitum alveg að sko feður sem beitt af ofbeldi eru í samskiptum við börnin sín, hvort sem við viljum það eða ekki sem samfélag og það ekkert alltaf einmitt. Það stundum það við þekkjum bara dæmi þess að þeir eru klipptir frá börnunum og hitta það ekki. Og þetta þú veist einmitt, og þetta eru alls konar flókin samtöl, ég held líka það sem mikilvægt að við getum átt sko mörg samtöl samtímis sem samfélag. Eitt gildi ekki fyrir alla. Einmitt, algjörlega og en að því svo sýna rannsóknar okkur líka að reynsla barna af feðrum sem beita ofbeldi svo flókin og marglega og hún þarf að fá að vera það af því að það líka, þú veist, það bæði þarna börn sem virkilega vilja bara klippa og ekki vera í samskiptum og fá þessa fjarlægð og þurfa að halda í þennan svarthvíta veruleika en svo líka fullt af börnum sem að vilja halda áfram að umgangast feður sín og jafnvel í 50-50 forræði, viku svona systemi og vilja bæði einhvern veginn, náttúrulega ekki að beita ofbeldi og vilja breytist, en elska það samt líka og vilja líka samskiptin. Þannig að við verðum einhvern veginn geta náð utan þessa svona marglaga veruleika í umræðanum. En hættir okkur ekki stundu til þegar við erum að horfa á svona dæmi kannski úr einhverju fjarlægð að segja eins og svo að barnið kannski ekki fært að leggja dóma á þetta? Jú, algjörlega. Því það blindað af þrá eftir föður, hvort sem hann uppfyllir föðurskyldu sínar eða ekki. Og þetta einmitt löngum barnsins eftir að eiga gott foreldri rosalega sterk. Já. Og börn geta fyrirgefið foreldri sínum ótrúlega hluti. Já. Og hvað þú að segja? Eigum við að leyfa þeim að gera það eða eigum við bara kannski að ræða þetta aðeins? Já, ég held þessi meira komin þangað því að því mitt þetta svo marglaga og mörg samtöl en ég held að með því að beina sjónum að feðrum og breytingaferlinu þá séum við kannski svolítið að búa til allavega samtal og mögulega samfélag þar sem að það allavega líklegra að það geti gerst, þú veist, einhvern veginn að við erum einhvern veginn meðvitaðri og meira að ræða þessi breytingaferli og kannski þannig kannski að svona stýra þeim möguleika og einhvern veginn í átt að feðrum sem beita ofbeldi að þá séum við á sama tíma líka kannski auka líkur á að börn geti átt meira að segja og að það sé verið að hlusta eftir þeirra sjónarmiði bæði þannig við séum að vernda þau en líka þannig að þau hafa eitthvað mála að segja. Af því að það þessi svona umræða hvað barninu fyrir bestu og svona barnavernd að hún miðar oft svolítið út frá því sem að foreldrar eiga rétt á. Foreldrar eiga rétt á samskiptum við barnið sitt, bæði feður og mæður og fjölmiðla umræðan sem við lesum. Það reyndur orðað þannig að barn á rétt á samskiptum við foreldrar sína. Já, og þannig eitthvað sem að sko allavega, í praktíka þá eru viðurlögin óskup lítil við því að við erum ekki með mikla refsingar eða einhvern veginn, það ekki mikið sem gerist ef að barn krefst þess að fá að eiga samskipti við foreldra sitt en foreldri vil ekki hitta það að þá einhvern veginn voru lítil viðurlög við því að meðan að það getur alls konar kerfi farið í gangi ef foreldri vil hitta barn sem ekki vil hitta það. Og það eru margir þetta kallað eitthvað ekki, svona feður sem eru bara fjarlægir sem sinna ekki skyldu sínum. Já, einmitt, það er alls konar hópur af fólki sem hefur gert það. Einmitt. En bak við þetta svona trú á að fólk geti breyst og bætt sig. Já. Það ekki alveg ríkjandi hugmynd í okkar samfélagi. Mér svolítið svona þetta bara drullusokkur og við bara afskrifum hann fyrir út úr samfélaginu.
Það var nú hérna sem algjörlega ótengt mál sem að til dæmis mér fannst að vera svolítið koma fram í hérna máli Ástulóu, það sem að var eitthvað sem gerðist fyrir 30 árum, þá fannst mér koma svona ólík sjónarmið fram, að sömuleyti skipti þetta kynslóðum, það sem að einhverjir sögðu sko eitthvað sem gerðist svona fyrir hún valla aftur að því hún getur verið ráðherra sko 30 árum setna, en sumir sögðu nei, þetta þannig mál að þetta, þú kannast, ég bara vísi þetta til þess að vera eitthvað annars þar, að það þessi svona hugmynd í samfélaginu okkar að ef einhver fremur eitthvað af sér, þá gera það vegna þess að hann slæmu maður drullusokkur og ekki halda að hann batni sko. Já, og umræðan einmitt sem ég greindi, sko fjölmiðlaumræðan, að hún barði svo trúlega sterkt merki sko að skipta svolítið í þessa svona, fókusin var svolítið á þessi einstaka mál, þar sem að virtist vera einhvern veginn svona svolítið annarkvort eða umræða, að feðrum skipti fyrst þeir eru annarkvort góðir virkir nútíma norrænir feður eða ofbeldsmenn og það einhvern veginn snerist á svona pínu undirliggjandi markmið að finna svona einhver karaktereinkenni, eitthvað sem hægt að hengja á það annarkvort þessa góðu virku feður eða þessa slæmu ofbeldsmenn og það sem gerist líka að þetta verður svona pínu útilokandi annað útilokar hitt og þetta finnst mér líka svolítið áhugavert af því þetta birti svo líka í þessum viðtölum sem ég tók að þeir eru greinilega mjög meðvitaðir þessa orðræðu að þú veist að vilja já, því það sem að gerist ef þetta annarkvort eða, þá þarftu svolítið sem manneskja, ef þú sittur uppi með, ok, ég hef beitt ofbeldi, að ég vil ekki vera bara þessi ofbeldismæður, þá þarf ég að finna eitthvað til að hengja mig á góði virki, að því ég vil vera þar í staðinn, einhvern veginn. Og veist, sem að ekkert endilega alltaf slæmt, skilur, þetta viljum við að fólk kannski að leitist þangað frekar, en það sem að getur líka gerst að þá ef að vera með á pappirum fólk sem að þessi karakter eða típa að vera góður virkir feður að þá einhvern veginn verður líka svolítið þessi undirliggjandi hugsun kannski að þeir séu ólíklegri þá til að beita ofbeldi. Sem ekki í raunin. Sem ekkert endilega raunin. Því ofbeldi fer ekki svona manngreiningar álit. Nei. Og sá sem að virkar sem virkur faðir og birtir mikið að myndum af sér með fjölskyldinu og börnunum á Facebook. Það ekki þar með sagt að þess að við séum leggja til að við séum bara tortryggja eitthvað öllum. Þá það þannig, það ekki þannig. Nei, og það líka mér finnst svona, ég svolítið hugsa þetta líka eftir á það kannski líka pínu bagalegt ef við hugsum sko feður sem beita ofbeldi sem eitthvað svona endapunkt. Að það verður að vera sem samfélag verður að geta haft svolítið og hvað svo sem hugsunarhátt eftir að því að fólk hættir ekki að vera partur af þessu samfélagi eða vera til og einmitt og það ekki einhvern veginn svona kannski raunhæfur möguleiki að henda öllu fólki sem hefur brotið af sér á eyðieyju eða þú veist að einhvern veginn það leysir óskup lítið ef við ætlum að halda áfram að vera með samfélagi og að klippa fólk út. Já. En þetta bæði svona einkanlegt mál og samfélagslegt. Samfélagið getur gert eitthvað, en kannski þegar uppi staðið þá þetta einkanlegt mál þess sem að breytir ofbeldi og ég býst við að beita ofbeldi sé svipað og önnur svona siðferðisleg hnignun. Ef þú stígur yfir eitthvað þröskuld þá hættu að hverfa. Ef þú byrjar að stela í vinnunni þá heldur áfram að stela, það mjög líklegt. Ef þú byrjar að beita ofbeldi heima þá mjög líklegt að gera það aftur. Já. Og þegar þú hefur einu sinni orðið fyrir svona siðferðislegri hnignun, þá það svolítið svona kúnst í að byggja aftur upp þröskulda sem þú er eyðilagt. Nefnilega. Og já, ég held að það sé, þú veist, þess vegna líka verðum við að geta að horta á þetta sem þetta svona langtíma ferli. Þú veist, að þetta sé eitthvað einmitt sem að þú leysir ekki á því að fara í eitt sálfræðiviðtal eða eitt tíma eitthvað staðar eða segja fyrirgefðu eða jafnvel sitta inni, skilur, að það eitt og sér gerir svo lítið og þess vegna verður við líka að þetta einmitt svo að segja bæði kerfislegt, samfélagslegt vandamál en líka auðvitað einstaklings vandi og við verðum að geta unni með bæði á sama tíma og sem samfélag líka talað bæði á sama tíma. Bæði talað einstaka mál þar sem að einstaka fólk þarf að fara sitt ferli, skilju, en líka sem samfélag, hvernig erum við þannig líka með strúktúra og umræðu og
og kerfi sem líka viðheldur og réttlætir og alls konar. Og þú ert að tala að við þurfum að hafa samfélag, þá erum við að tala mjög stórt samfélag, við erum ekki að tala að hver og einn þurfum að hafa það bara í sínu næsta samfélagi, að við þurfum að hafa þessa menn inni sem eru kannski eru einhver liti veikir, hafa brotið og það er bara sagt í Biblíunni, ekki? Allt sem við vildum ekki gera, það gerðum við. Allt sem við ætlum að gera, það gerðum við ekki. Með þess að áttum að gera, það gerðum við ekki. Þannig að við vitum að manneskjan getur verið þannig og framið illverk. Svo ertu að tala að við sem samfélag gætum við verið kannski betri í því að bara opnari fyrir því að það svona fólk meðal okkar. Og þeir sem eru inn í samfélaginu okkar eru ekki allt dillingar, sko. Það bara ekki þannig. Nei. Og ég held líka, ég held að svona meðvituð sjálfsrýni og meðvitundum forréttindi og valdastrúktúra og allt þetta. Ég held að þetta sé líka svo mikilvægt fyrir okkur öll. Ekki, að við séum ekki hugsa skilur í þessa lærdóma sem komu upp í verkefninu eða hvað sem það er. Að þetta sé eitthvað sem eigi bara við þeir sem beita ofbeldi. Að það séu þeir bara sem þurfi að geta setið í óþegjandum og lagast. Heldur þurfum við kannski líka svolítið að geta verið meðvitið valdastrúktúra milli fullorðinna og barna. Af því að það er eitthvað sem við foreldrar yfir höfuð og fullorðið fólk í svo brjálæslegri valdastöðu gagnvart börnum og það er vald sem svo auðvelt að misnota og það er líka svo auðvelt að sleppa því að sitja í óþægindunum eftir á eða eiga óþægileg samtöl við börn eða maka forréttindi og valdastrúktúra í gagnkynhneigðum samböndum yfir höfuð skilur, allt þetta og að við séum einhvern veginn sem samfélag sífellt líka að æfa okkur í að sjá þetta og eiga þessi samtöl þannig líka að það sé ekki eitthvað sem verður eitthvað algjörlega nýtt og óyfirstíganlegt þegar kemur að fólki sem beitir ofbeldi eða það séu bara einhverjir ákveðnir samfélagshópar sem þurfi að eiga óþægileg skrítin flókin samtöl í sínum samböndum eða í sínu uppeldi að heldur sé það eitthvað sem að fólk kann eða æfi sig í. Þá að ræða þetta valdaójafvægi og valdaójafvægi ítrútur ofbeldi. Besta ofbeldisvörnin væri að eyða valdaójafvægi. Einmitt, algjörlega og meðvitund valdaójafvægi og valdastrúktúra í samfélaginu eru þetta eitthvað sem við sem samfélag þurfum að gera til að fyrirbyggja ofbeldi. Rannveig, á hverju valdur eru þetta efni? Ég fekk boðum að koma inn í verkefnið eftir einmitt að hafa skoðað kynferðisofbeldi í nánum samböndum unglinga út frá reynslu brotaþola og kynferðiseinelti og skoða það og karlmennsku í vinnumenningu lögreglunar og skoða alls konar önnur kynjafræði tengd málefni og þetta verkefni fannst mér svo brjálæðislega áhugavert af því að einmitt það hefur svo miklu möguleika á að skilja dýpra bæði hindranir og möguleika á einhvern veginn vandanum. Mér finnst þetta verkefni ótrúlega lærdómsríkt svo margt og svo miklu meira en ég átti von á einhvern veginn. Snert á svona grundvallarspurningum mannlegt eðli og eins og við svo sem við erum að gera hérna, getur fólk breyst og allt þetta. Og hversu erfitt það er að breytast. Einmitt. Og með mitt bæði þetta samspil kerfislæra þátta og einstaklinga og orðræður og dýnamík og allt svona. Þú nefndir kynjafræði en þú ert í menntavísindum með áherslu á gagnrýni fræði. Já. Þetta er ekki... Nei, ég er með masterprófi í kynjafræði, þannig ég tók meistaraprófið þaðan. Og fórstu yfir í mennta... Já, svo fór ég yfir menntavísindi. Ég er með líka grunnám úr uppeldis- og menntunarfræði, þannig ég er með svona, er með ángana út allt. Og þetta er einmitt, menntun og möguleikandi kannski í þessu snúa meira að því að þetta er auðvitað feður sem skiptir máli fyrir uppeldi og menntakerfið og svona en líka bara inn í kannski samfélagið og svona möguleika á aukinni þekkingu þar.
Og þú tókst annars vegar fjölmiðlaumfjöllun Já. Þessi mál. Ræddi síðan við feður, ekki við börnin eða ekki við sólendur. Munur, eða sem sagt, af hverju ertu að skoða fjölmiðlaumhverfið? Er það góður mælikvarði á því hvernig samfélag metur þessi mál? Ég nefndi þarna ásturlóðu. Mér fannst það svona dæmi mál og ég veit ekki af hverju ég er að taka það dæmi. Mér finnst það bara dæmi mál sem að ég myndi ætla að mér finnst það koma fram að svona samfélagi bara skuldaði sjálfum sig svona svolítið rækilega umræðu ýmislegt sem að tengdi því máli. Því að þegar það kom fram þá virtist það vera svo óþroskað á margan hátt og menn verið að reyna að afgreiða þetta einhvern veginn inn í stjórnsýslunni eða á alls í pólitík og eitthvað vera sem mér fannst vera svona sem að væri kannski best hægt bara að fólk myndi bara ræða saman yfir með kakói og á síðkvöldum svona það, þú veist, hver er manneskjan í samfélaginu og annars slíkt, sko. Þannig að ég er að velta fyrir mér, þegar þú skoðar fjölmiðla umfjöllun, finnst þér það að vera, gefa rétta mynd af svona afstöðu samfélagsins? Sko, bæði og. Mér finnst... Ég sem blaðamara því að stundum finnst manni að við lifum í einhverju skán ofan á heiminum. Þegar ég byrjaði að skoða fjölmiðluna, það var aðalega bara, það var svolítið, mér fannst einhvern veginn gott að byrja þar, af því að á þessum þegar ég byrjaði verkefnið, þá byrjaði ég á fjölmiðlaumræðinni, svolítið til að kortleggja líka fyrir sjálfur mér, bara hvaða umfjöllin er í gangi, af því að á meðan ég var að bíða eftir að finna viðmælendur og allt þetta, og þeir stóðu nú ekki beint í röðum fyrir utan hjá mér, þannig að ég þurfti smá svona tíma fyrir það, en þegar ég byrjaði að lesa fréttirnar, þá hugsaði ég mitt, ef ég hefði haft víðari aðgang að kommentakerfinu, þá hefði ég alveg til að skoða það líka, því að einmitt, ég held ég hefði þetta helst vilja fá að vera að fluga á vegginn á vinnustöðum og yfir kakóbollum og allt þetta, þú veist, af því að það, ég held að sé svona hráasta umræðan kannski sem á sér stað oft bara meðal fólks og veita sjálf svona þegar, þú veist, eftir að ég fór á rannsakandi þá hef ég oft fengið svona komment frá fólki bara, já, eru ekki bara allir narsisistar, er þetta ekki allt fyllibittur eða, þú veist, einhvern veginn. Þannig ég hugsa, þú veist, það væri svo áhugavert að fá að hlusta á þessi samtöl oft. En það sem að fjölmiðla orðaðin kannski, mér fannst svona möguleikarnir á að rannsaka hana snúast kannski helst svona ábyrgðarhlutverk fjölmiðla. Í því að, þú veist, að þegar af því að einmitt fjölmiðlaumræðan svolítið með þessum hætti, hún fókusera svolítið á annarkvort eða þessar típur og eitthvað neins svona og það sem að mér fannst mikilvægt í því er að með því þá missa fjölmiðlar svolítið af tækifærinu til að tengja við stærri kerfislega þætti og það verður einstök mál það sem þegar verður, þú veist, kannski fókusin svolítið á þennan einstakling þennan geranda, þennan þólanda hvort einverulega skrímsli, það talmennamóðurinn eða það ofbeldismaðurinn og þú veist, að þessi umræða sem að var einhvern veginn búin að vera rosa mikið í fjölmiðlum þegar ég byrja held ég þessi svona umræða oft forræðisdeilur og í tengslu við ofbeldi að þó að hún eigi að sjálfsögur rétt að sér að þá er einhvern veginn hún misti svolítið af tækifærinu til að kafa lengra og dýpra sem ég skil líka að fyrir fólk sem starfar í fjölmiðlum að það er kannski ekki það sem að borga reikningana og fara klikk og getur haldið áfram umræðu og einhvern veginn samkeppnisæfur en fyrir mér sem svona samfélagslega ábyrgð þá finnst mér það oft það sem vantar að fara einhvern veginn Við erum eiginlega spenntari fyrir slíkri umræðu hér við erum ekki sérlega spennt fyrir því að svona hann segir, hún segir eins og við erum svolítið spennt fyrir umræðu þar sem að hlustandinn eiginlega tekur þátt í því að svona móta afstöðu til einhverja mála frekar heldur en að hann eigi að bara velja niðurstöðuna sem að þegar er búið að afgreiða sem að mann finnst stundum vera svona ráðandi í fjölmiðlum og birtist í þessu málu þá kannski þú stendur með, finnur til með, hefur samkennd með þólandanum og gerandanum, það getur verið sveiflast, þetta var út af ýmsum ástæðum sem að og svo eru kannski einhverju sem að finna til samkenndar með báðum. Já. Þannig að mér finnst einhvern veginn það mikilvægur partur að geta átt rými til að flækja og fara dýpra. Já, eins og lífið er náttúrulega. Lífið er ekki bara svart og hvítt, þess að sagt er. Nei. Það eru það En þú sagðir að það hefði ekki verið í biðröð hjá ofbeldismönnum að tala við? Nei. Hvernig fannst þú það? Ég fékk aðstoð frá
góðum hliðvörðum inn í heimilisfrið og eins bara voru aðrir svona hliðverðir sem auglýstu fyrir mig á samfélagsmiðlum og í sínum hópum. Þannig að þú er náttúrulega fengið þá sem helst voru tilbúnir að gangast við sinni sök. Voru kannski búin að stíga skrefum að það sé mikilvægt að þeirra sjónarmið komið fram. Já. Búnir að ganga í gegnum svona einhverja meðferð. Já, var endur allir gangur að hvar þeir voru stattir í því, sko. Já. Það var ekki það búið að æfa þá upp í þá að vera... Það var mjög skemmtilegt raunin að sjá munin á því að því bæði fekk ég mennsku sem að höfðu aldrei farið og leita sér hjálpar. Voru bara svona rétt að taka þessi fyrstu skrif. Einhverju sem voru að byrja að fara í viðtöl, einhverju sem að voru komin mjög langt og þeir sem kannski voru komin lengst að þá fann maður einmitt að þá var æfingin orðin þannig að þeir gátu bara mjög auðveldlega svona nýtt sér þessi svona þerapítisku orðaforða og áttu ríkari orðaforða yfir tilfinningar og hegðun og allt þetta sem að, var mjög áhugavert að sjá líka hvar þeir voru stattir á þessu svona í þessu ferli að byrja að horfast í augu við sjálfa sig og eigin gerir. Ég sagði í upphafi að ofbeldi inn á heimilum og í nánum samböndum væri stórkostlegt samfélagslegt vandamál, jafnvel faraldur. Hvernig, ef þú lítur upp úr ritgerðinni og skoða svona málaflokkin, hvar eru við stödd í þessu? Er það skána? Er samfélagið að ná einhvern veginn að eiga við þetta? Það er verið gríðarleg framþróun á síðustu 40 árum eða svo. Við getum farið að þetta kvennaathvarfið var stofnað, hvað er ekki 40 ár síðan þar? Já. Það er gríðarleg framþróun, en samt einhvern veginn er þessi tilfinningum að eins og við setjum uppi með eitthvað eins og eilíft vandamál stundum, heyrið maður svona eiginlega, þetta getur verið bara aukast, kannski út af auknu ójafnvægi í samfélaginu. Það er og svo bakslag eins og í kvennabaráttunni. Hver er þín svona, nú spyr ég þig sem bara borgara? Þetta er ótrúlega mitt, ótrúlega góð spurning og svo marglega. Það er svo margt í sem ég fer að hugsa. Ég bæði fer að hugsa út í hvernig við mælum ofbeldi og gefur auglið sem svona eigindlegur rannsakandi að þá hef ég, fyrst mér mínum fókus betur varið þar, að því líka að það er svo ótrúlega flókið að mæla ofbeldi og að mæla, hver er þróunin í fjöldanum, að því að það er tölur sem við höfum, sérstaklega kannski á Íslandi, að þær eru oft frá lögreglu og við vitum að það er ekki, og við vitum bæði að það er ekki allir sem tilkynna og það er ekki öll mál sem komu upp, eða mitt frá kvennaathvarfinu og það er nú heldur betur ekki allir sem fara þangað og svo þegar við erum að skoða svona erlendar tölur oft frá meðferðarúrræðum að þá er líka svo áhugavert að þegar við erum að skoða mitt breytingar og hvort að breytingar hafa átt sér stað og það er svona, kannski svona rannsóknir sem að ég pínu gagnrýnin á er þessi svona fókus á hafa þeir breyst, virkar úrræði já eða nei, af því að þá verða eru þær tölur sem verða að styðjast við oft kannski frá annarkvort meðferðar aðilanum sem getur þá metið, virka þetta já eða nei eða hefur hann breyst, eða frá mönnunum sjálfum, hef ég hætt að beita ofbeldi, já eða nei og sjaldnar í einhverjum tilvikum þó, er verið að spurja brotaþola hvort að breytingar átt sér stað og í næstum engum tilvikum börnin sem búa samt við þetta andrúmsloft. Þannig að mér finnst svona þetta er eitt svona, hvernig mælum við ofbeldi, en svo líka svo mikill munur á fjölda tilvika og fjölda tilkynninga, af því það líka við getum séð að vera aukning í fjölda tilkynninga sem er oft jákvætt, af því við viljum að það sé verið að tilkynna, en hefur ekkert endilega alltaf, ekki endilega samansemmerki á milli þess að sé fjöldi tilfella. Það getur verið lægri þröskuldur fyrir þolendur. Já, sem er gott, að það er, við viljum helst að það sé meiri meðvitund ofbeldi, meira verið að tilkynna. Og svo samt á saman tíma held ég að það er að verða ákveðið bakslag og við erum að sjá svona ákveðin afturför kannski eða svona skaðleg umræðu hjá ungmennum, í tengslum við
kynjafrétti og Ég er það svolítið yngra fólki að það talar að sé bara aukið ofbeldi og svona grimmd bara í þeirra einmitt. Og sérstaklega náttúrulega ef við hugsum, þú veist, að við verðum að skoða þetta í samhengi við valdastruktúra einmitt og jaðarsetningu og samtvinnun og allt þetta, þá vitum við líka, þú veist, að einmitt fyrir fólk af erlendum uppruna, fyrir hinsegin fólk, veist, að þá þetta bakslag kannski mun áþreifanlegra sem við verðum líka að horfa til. Og já, einmitt, sko þróunin, ég held að hún sé bæði, vitum við meira en svo erum við líka einhvern veginn. Akkur mælum við ekki með þetta því að það er þess mælt spilling, þú kannast við það, þegar Ísland færist niður eða niður. Og það er bara gert tilfinningu fólks fyrir spillingu, þannig að við gætum spurt fólk og kannski sérstaklega konur hvort það hefði orðið fyrir ofbeldi og hvort það óttist ofbeldi, hvort það séu öruggar. Ertu örugg á heimilinu eða í samskiptum á vinnustað eða annar staðar? Og svo getum við bara fylgst með því hvernig það þróast frá 1980. Akkur er ekki með eitthvað svona. Nákvæmlega. Því að markmið ætti náttúrulega að vera að konur væru öruggar bara í sínu lífi. Og það og það getur maður velt fyrir sér, skilur, kannski verið það eitthvað að skoða, tilfinning hvernig fyrir öryggi. Já, það er raunverulegt, alveg eins og í spillingamæningunni. Þá er það bara metið sem raunveruleg mæleining. Sko. Já. Það er ekki sem að fer og segir, fólk veit ekki alveg hvað spilling er. Það er ekki þannig, sko. Nei, einmitt. Það er kannski eitthvað að skoða. Næsta verkefni að þú nú ertu nýdoktor. Já. Og ertu að starfa í akademíunni? Já, ég kenni upp á menntavísindasviði. Í deild menntunar og margbreytileika, aðjunkt þar og þar fæ ég líka að takast á við það að vera að kenna einmitt fjölskyldur í nútíma samfélagi og fæ að blæra mitt stöf og kenni menntun og kyngerfi og svona. Þetta er mjög skemmtilegt fyrir mig líka að geta hitt nemendur og rætt við þau þetta. Þannig að það er alltaf áfram að rannsaka? Já, ég ætla að gera það og ég er búin að fá nýdoktorverkefni frá áramótum, fer inn í mjög spennandi verkefni að skoða fjölskyldur og umhverfisvernd og þeirra sýn á réttlát umskipti og svona. Ekki ofbeldi? Ekki ofbeldi núna, nei. En ég veit ekki hvort ég hef alveg sagt skilu við það. Mér finnst bæði mitt svona þessi málaflokkur og feður finnst mér bara ótrúlega áhugavert, sko. Já, jafnvel, sko. Þetta er efni sem svo mitt, það er flókið að fá viðmælendur og það er flókið að finna leið til að nálgast gögn án þess að sitja upp með að gera ekkert annað en að leita viðmælendum og einhvern veginn. Þannig að mér finnst þetta áhugavert, sko. Ragnheiður, kærar þakkir fyrir að koma hingað og til hamingju með doktorsnafnbótina. Takk fyrir. Doktor Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir. Já, takk fyrir. En við ætlum að vera áfram með rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.